Herðu, þarna kem ég inn. Já, byrju, nei, það heyrist ekki þér. Prófa að segja einhver orð hérna. Nú eru við orðnir inactive en allt annað orðið active. Ég skil ekki því.
Það er alveg hægt að lækka í leiknum. Nú heyri ég sjálfum mér. Heyrir ég sjálfum þér? Hvað gerðist hérna? Við duttum út. Ég er farin að heyri sjálfum mér samt í þeir eru að koma í það heyrist í mér í útsendingu, það er staðfest. Þá þurfum við bara að fá þig inn. Ég vil finna hvað þú ert. Þetta er einhvern kapsur hérna. Þetta er kapsur 2. Þú ert í sömu stillingum og ég. En það heyrir samt ekki nærri því jafn mikið í þér og mér. Nú er ég búinn að fá þig inn aðeins, ég var að breyta hérna aðeins. Ég var að hækka Þessi veisin alltaf á þessu dóti. Þetta er bara fyrir. Dimmi komin inn. Það er aðeins komið hljóðið þig og sjá. Þá verðum við bara að hækka eitthvað meira. Það er bara svoleiðis. Herru, setjum túnin. Svona, prófaðu núna. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok, þú ert komin inn. Ok. Það er komin hljóð. Velkomin að Fuji. Við segjum þetta bara aftur. Þetta er pínu vesen. En Þetta er alltaf falleg farveill. Við erum búin að setja inn warning á strákana að tímatingu sem er að byrja. Híngruðum aðeins eftir því við vorum tveir sem að senka aðeins inn í lobbyið. Það er miklu skemmtilega að hafa alla ökumenn sem að mæta. Eins og ég sagði það áðan, þá var Haukur Ingi búinn að láta vita því að hann er ekki með í bönn. Þannig að við verðum með 13 bíl á brautinni og mig grunar að eins og í hinum deildunum, nei, herðu, við erum með 12 Hondur á braut og 1 Lexus. það var dimma að mæta á Lexus kannski. Nei, það er Gunnar Karel sem að vera á Lexus. Þetta á eftir að verða. Það verður gaman að sjá hvernig Gunnar Karel er að hunga í þessum Hondum. Já, engin spurning.
hvergi með Herra, það kominn tími. Við ætlum að keyra tímatöku í gang. Sjáum hvernig það fer. Herru, tímatöku komin á stað. Við ætlum að keyra þetta bara svona. Við sjáum hvað gerist. Það verður gaman að væri fínt að fá, eða væri einhverju sem að væri til í að spá. Já, endilega hendið inn spám fyrir okkur. Bergur Geirs er búinn að setja spá hérna. Alexander Jökull Óli í tímatöku og hraðasti tími verið 1:25.941 og það verður Við þurfum að finna sannleili með þessu feedbacki, þessu hátíðinni. Hátíðinni hljóðið ætti að vera farið núna. Ég heyri því. Og það bara hreinlega spurning hvort að mækarnir hérna, headsetin hérna sé að gefast upp. Ný headset allt saman. Við erum að reyna að finna út úr hátíðinni hljóðinu, ekki verðum þetta en þá. Herru, hver Jói Egils fremstur á braut. Jói Egils, hann hann, nýtir brautina vel. Þetta Herri, við ætlum að láta engisbrettuna sjá lýsingu á þessari keppni bara. Grétar, þetta sérstaklega fyrir þig. Þetta ekkert skára. Nei, þá kemur bara feedback. Það rosalega, það eins og að sé auka mikrofónið einhvers staðar. Það ekki þetta. Hvar gæti hann verið?
Herri, ég skal bjóða ykkur upp á annan takt. Þetta góð spá, Þorfinnur. Þú verður að slökkva á þessu. Hljóðið í símanum hjá þér, Magnús. Já, það alveg greinilegt. Grænlenski tæknimaðurinn kominn í málið. Þetta signalið frá PlayStation sem svona. Ef ég disable það. Grænlenski tæknimaðurinn kominn í málið, þetta ekki mál. Tímatökur eru hérna í fullum gangi. Ólafur búinn að setja hraðaring 1.27.468. Andri Már annar þar. Ég veit að bæði Jökull og Alex eiga báðir hraðari tíma heldur en eru búin að setja. Já, það ekki spurning. Jökull í 4. sæti og Alex í 5. eins og þeir. Jóhann Ingi í 3. Ívar búinn að svæfa og í 7. 7. sætið Gunnar eins og þeir. 8. Ási Gáver. Jóis 9. Grænlenski tæknimaðurinn er öllu líkindi búinn að finna út úr þessu. Það lítur allt út fyrir það. Við erum að vinna þetta svona. Jökull er búinn að setja hraðasta hringa það. 1.27.429. Hinnuskjánum hjá mér. Nei. Við erum svona að reyna að finna út úr hvernig mjutum við geimur á svona. Það er þessi hérna. Svona. Alex er komin upp í 3. sæti. Það er ansi stutt á milli manna. Það er sko fyrstu 5 eru innan við 0,20.
hvað hvort við verðum ekki að finna í fyrir næstu keppni. Eins og ég segi, við erum að reyna að læra á þetta líka. Hanna datt signalið út. Hanna koma inn aftur. Jökull bætti sig ekki. Já. Hverjir koma hérna? Þetta er búið æsi spennandi lýsing á þessu. Alex Geirs í næstur. Eldarhæðin 270 km hraði þengi fyrir inni, hann bæti sig ekki. Dimmi er næstur. Dimmi er í 12. sæti sem stendur, hann kemur yfir línuna, hann bæti sig ekki. Gunnar Karel þar á eftir. Gunnar Karel 13. sæti eins og er fyrir síðastu svo. Gunni Akka. Hann er 7. Hann var að stoppa á. Hann stoppar þarna, gefur okkur tíma til þess að laga málinn áður en að allt fer í klessu. Við þökkum Halldóri kærlega fyrir frábæra þjónustu. Já, við verðum að sætta okkur við það heyra ekki til leiknum sjálfur, en það er svo sem allt í lagi. Ég held að Gunni sé að testa bremsuna sína. Já. Herru, jæja, tímatakan er allavega búinn. Og það er Jökull sem að tekur pólinn. Jú, að fara inn í Resorts bara svona, til að lega fólk að sjá Jökull með pólinn, 1.27, 4.29. Og Óli er næstu þar á eftir, 1.27, 4.68. Já, Alex Topsson þriðji, 1.27, 6.27. Andri er 0.04 þar á eftir. Jóhann Ingi þar stutt á eftir aftur 7.000 á milli Andra og Jóhanns. Já. Takk fyrir góðan daginn. Takk fyrir góðan daginn. Ívar í 7. sæti, Gunni Akka í 7. Ási Káir í 8. sæti, Jói Egils 9. Alex Geirs 10. og Ársæll í 11. Dimmi 12. og Gunnar Karel á eina Lexusnum á braut í 13. sæti. Ég ætlaði að fara að segja að ég fílaði svo mikið hvernig við vorum að lesa þetta upp sitt og hvað, en hérna, ok. Svo ert þú bara of lengi að lesa. Já, ég er að pæla í mörgu hérna. Það er eins og ég er alltaf að segja við þig, þú hlustar ekki nógu hratt þegar að vera að tala við þig. Já, rétt. Við erum komin í fullt gangi hérna, við erum að keyra okkur á stað, geggja hljóð, mér líst vel á þetta. Reis 21. Byrja á því að ertu búin að taka niður? Á ég að gera það? Þarf ég að sinna þessum skildum ennþá líka? Ég er búin að taka screenshot á svona og svona, þá erum við konum með þetta, förum að raða á griddið. Ok, þá endum við þessa tímatöku formlega, setjum inn nýjar stillingar. Ekki loka Twitchinu, en hérna er myndin á þessu. Ég missi tjattið eða og fyrir eitthvað í þessu. Svona setjum nýju stillingarnar inn og þá býðum við eftir að allir geri hendur, þannig að við getum Líftu nú upp aðeins, Magnús. Halló. Af hverju dittu úr stúdíómót, veit ég ekki.
þá þetta allt í vitleysu. En það kemur ekki sögn út af því að við ætlum bara að sýna ykkur leikinn áfram. Það ennþá nokkri sem hefur eftir að gera enter. Jóhann Ingi, Ólafur Einar Og Gunni Eka. Gunnar er komin inn. Þá það bara Jóhann og Óli sem eftir. Jóhann Ingi, Gunni bakkar út af þér. Já, ég að spá í hvort að Gunni hafi verið í einhverju smá vissinni. Það eins og hann hafi verið að testa eitthvað bremsu eða gjöf eða eitthvað hjá sér þannig í lokinu á tímatökunni. Það allir búin að endur á, þá getur við ráða. Þá getum við sett á gritið. Það Jökull fremstur og Óli annar. Alex Tops í þriðja. Þú kannski gerir þetta í hljóði. Ég segi fólkinni eitthvað skemmtilegt á meðan. Það væri þá í fyrst skipti. Við verðum að gera svona. Ekki frábært að segja fólkinu frá sponsornum bara? Hvernig verður það? Ágætt rétt fyrir reis, spennan í hámarki. Við erum hérna í boði Otto Center, Classic Detail, GT Akademíunar, Kalda 0%, Verkvarasölunar, Arctic Iceland, Gullfiskur, Lavasjó, Kraftey, Kraftvélar og auðvitað Game TV, dömum mínar og herrar. Við erum enn eitthvað að hita upp hérna, getum við séð eitthvað treyfing á fólki, kannski að sjá hvað dekkjum menn alltaf byrja á. Kannski hlustar á meðan ég fer yfir listan til þess að við séum alveg pottet með þetta rétt. Jökull, Óli, Alex Tops. Ég að opna hérna, verður og lögur. Hérna. Jökull, Óli, Alex. Andri, Jóhann og Ívar. Hvað svar? Gunni Akka, Ási K.R. og Jói Eils. Jáp. Alex Geirs, Ársæll, Dimmi og Gunnar Karel. Hvað svar? Geggjað. Reis 22 0-0. Það 2 mínútna varning í viðbót. Það ekkert náða, það metnaður í því. Og þetta að vera skemmtilegt. Þetta grúp 2. Við vorum búin að taka við byrjum á grúp 4 á þessu tímabili. Grúp 3 síðast, grúp 2 núna. Hækkum okkur alltaf. Já, það auka hraðan. Það venja þess að gömlu menn við sem að keyra í þessu ekkert. Það ekkert verið að tala einhverja sérstaka menn hérna, ég ætla að taka það fram. Þetta ekki svoleiðis. Nei, já, hvorugur okkar á braut, þannig að það skiptir ekki máli. Jæja, nú alveg að fara þetta í fallegu tíminn þarna sem Jökull búin að setja. Hversu slapp tíminn eins og 1:30,3 sléttar. 1:30,300. Jæja, klukkan 22 og nú ekkert annað að gera bara telja niður í reis og starta þessu. Ég þarf að vera tilbúin að bakka og Gunnar komin í bakkýrin bara strax. Hann sá að það var smá blettur þetta sem átt eftir að slá. Hann að búa sér til reislæðin hana í gegn. Jæja. Svona og við erum komnir í þetta. Ljósin að fara að kvikna. Þau eru byrjuð 3, 4 og 5 og það grænt, við erum komin að stað. Jökull með frábært start hérna. Gunni Haggar satt eftir. Það eitthvað petala við þess að ná honum Gunna. Já. Það svolítið langt hérna fram að fyrstu beygju en Jökull, Ólafur á innanverðinni. Gunnar Karel Jökull eitthvað hérna út fyrir braut. Óstöðugur á leiðin á exitinu en nær að komast fram fyrir.
Það er einhver að ná sér í tímarefsingu þarna. Já, Jóhann Ingi kom með tímarefsingu, hálfa sekundu. Andri komin upp í 3. sæti, komin fram úr Alex. Og Jökull missir hann út fyrir. Jóhann Ingi tæpur að missa. Staðan er þá þannig að Óli er komin fram fyrir Jökull Þingur sem reynaveruna og er komin aftur fyrstur. Þeir eru vanir að berjast á braut þessi menn. Já, það er alveg ótt að segja það. Þeir voru ansi margir hringirnir sem þeir þurftu að berjast á síðastu tíma. Já. Ólafur að keyra rosalega snirtilega línu. Ég held að það sé að fara alltaf dekkjunum hjá Jökli í þessum látum hjá sér sko. Hann er að nýta brautina alveg út í ídrasta. Já, það er náttúrulega muna líka að Jökull er á hard á meðan Óli er á medium. Já, það er svoleiðis. Þú ert ekki búin að fara yfir dekkin, þannig að ég kenni þér það. Ólafur er náttúrulega með rosalegt drag hérna, kjölsók. Óli er sá eini sem er á medium dekkin. Óli er eini á medium og Óli tekur dífuna á utanverðinni. Jökull, snirtilega línu hérna. Óli komin á undan. Árnu kom inn í leikinn. Nú er bara fyrir Óla að láta þessi medium dekk telja. Byggja sér upp forskotið. Komin með, hann er strax búinn að slíta Jökull úr draftinu, sko. Bara á 1/5 hring. En Jökull er aðeins að vinna á hann aftur. Svo er náttúrulega Alex bara það rétt fyrir aftan. Andri er svona örlítið að detta frá þeim, en hann er náttúrulega með Ívar beint fyrir aftan sig, þannig að nú er bara spurningin hver er búinn að mastera þennan bíl á brautinni, af því að þeir eru náttúrulega 12 ökumenn á sama bílnum, þannig að það er ekki bílinn sem á eftir að skera úr hver vinnur. Nei, Alex kominn vel inn í slipstreamið hjá Jökli hérna fyrir beinakaflan, en þar er lest á eftir. Við erum hérna með kannski næst hvorum öðrum. Ásvallsdóttin aftastur. Hver er Jóhann Ingi á innanverðinu á Ása, hvort hann sé að verjast eða reyna að taka fram úr, veit ég ekki alveg. Jóhann Ingi var að fara fram úr Ása. Já. Þannig að þá voru orðnir saman liðsfélagarnir. Ívar og Jóhann. Ívar! Hörðu, ég held að maður er að fara að skrika hérna eins á kantinum. Það er smá barátta hérna milli Gunnar Agga og Jóa Egils. 10. og 11. sæti. Og Dimmi þar beint fyrir framann. Dimmi er búinn að skjóta sér aðeins upp eða ekki? Jó, Dimmi er komið svolítið upp. 2 eða svo? Ja, meira, hann startaði í 12. sæti. Já, ok. Þannig að hann er aðeins að náttúrulega þekkir Honduna vel. Já. Mikið rétt. Hérna á beinakaflanum er Alex aftur mjög nálagt Jökli. Það eru samt 0,6 sekundur á milli þeirra. Þetta er langur kafli, Magnús, þú mátt ekki gleyma því. Já, þetta er langur kafli, en þegar þú ert á sama bílnum og sömu dekkjum, þá þarf að vera jöfnveldi sterkt til þess að eitthvað, það er rétt. Gunni horfinn, Gunni er hérna í 9. sætinu. Gunni er komið fram og Dimma. Jói verður eftir. Þannig að það er spurning hvort að liðsfélagarnir sé ekki aðeins að vinna saman til þess að reyna að létta spennum á hver öðrum. Ekki taka svo rómt á neitt nátt. Við erum fjölskylduvænir. Það var enginn sem að fór þessa leið nema þú. Hver er hérna
heyrir þú ekki, heyra áhörundur ekki í borðinu hjá mér, anskoti. En þetta Alex Thompson heldur áfram að sækja á Jökul. Hann gerir í svona nokkurn veginn, heyrðu, Jökull svolítið víður hann að. Það hleypir Alex ennþá nær fyrir Ráskaflan. Nennir tjattið að staðfesta hvort þið heyrið í soundboardinu hjá mér. Ég þarf náttúrulega að bíða heila mínútu eftir að fá staðfestingu á því, en Alex mjög nálægt núna. Það er ekki nema Jökull þarf að taka varnalínu. Hann getur köttað undir. Old switcherooið, það dugar samt ekki alveg. Ég vil leiðilegt að ég seti einn soundboardi hjá mér, þannig að ég get verið að spila alls konar hljóð fyrir sjálfa mig en ekki ykkur. Jökull aftur tæpur, hann er rosalega tæpur á gripinu hérna. En að því að við erum nú að keyra Group 2 bíla á brautinni. Já. Sem að það sem að kallast í þessum raunhama kappakstri Super GT. Super GT. Það var einmitt þess sem að þessi braut var valinn fyrir þessa bíla. Já. Það var sett nýtt brautamett á þessari braut í Super GT núna 3. ágúst á þessu ári. Já. Þegar að fór fram Super GT Sprint Race á brautinni. Nýju kynslóðina bílunum þar. Já. Og tíminn sem að Óli er búinn að setja núna, hann er hraðari heldur en brautametið á brautinu. Já. En hvaða bíl var það sem setti það met í Super GT flokkinu? Herru, það er Toyota GR Supra. Og ekki einu sinni komið ofátt að í þá hósökri. En það er að vísu GT500 típan af henni. En sá tími er 1:28.441. Já. Þannig að þeir eru að ná tæpum 100 hlutar hraðari allavega eins og En svo er náttúrulega við vitum ekkert á hvaða dekkin þessi bíl var þegar þessi tími var settur. Við höldum áfram að fylgjast með þeim. Þetta er nú ansi þéttu pakki. Mátti nú alveg búast við því fyrirfram. Óli er komið með rúmlega 7 sekúndum forskot í fyrsta setinu. En náttúrulega eins og við segjum, hann er svo eini sem startaði á mítjúdækjunum. Og þarf að láta það telja svolítið meðan að hinn að berjast fyrir aftan. Og náttúrulega hann græðir á því að Jökull og Alex að berjast þarna í 2. og 3. seti. Já, Jói Egils er komið fram úr dimma. Það er svona helst í fréttum. Alex heldur áfram. Alex á nú svolítið meira bensín heldur en Jökull. Það geti komið sér vel þegar á líður. Ég er að skoða bara munin milli Gunnar Karels og Ársæls í 12. og 13. seti. Þar sem að Gunnar Karel er á Lexus, eini keppandi sem er ekki á Hondunni. Og hann er að fara með töluvert meira bensín heldur en Hondan. En virðist hafa svipaðan reishraða á Hondan. Allavega er Ársæll ekki að ná að komast fram úr honum. Þannig að þetta er komin annars allstaðar í svona þægilega 1 til 1,5 sekundu á milli manna. Gunni aðeins að sækja á Alex Geirs í 8. og 9. seti.
Sér þetta verið menn vera orðnir svona nokkuð búin að granda sig niður og svo náttúrulega baráttan ennþá á milli Alex Tops og Jökuls. Gunnar mjög nálægt hérna í fyrstu beina. Erfitt þegar allir eru á sama bíl samt að ætla að taka fram úr. Já, nærið ekkert mikið við að underkotta eða eitthvað í að undirstinga í beigunum af því að þeir eru meira og minna á sömu bremsupunktunum. Binni til þess að svara að þá satt Gunni eftir í startinu. Það tókum eftir í tímatökunni, lok tímatökunni og þá var eins og hann var að testa eitthvað í þessu pedalana, þá var eitthvað vissum að þeim. Og þegar að reysi fór á stað og þá var bara eins og hann fengi ekkert input á bensinkil. Hann var orðinn síðastur bara þegar að allir voru farnir á stað. Jökull búinn að slíta sig hérna frá Alex. Alex hefur auðvitað gert einhver ávægileg mist. Kíkja hringtíma hjá honum 1.31, já, hann hefur tapað sekundu þarna. Andri var kominn ansi nálægt, svo eru hérna liðsfélagarnir Ívar og Jóhann Ingi mjög nálægt hverjum öðrum. Keyra hérna þægilegt liðsreis. Gunnar nálægt Alex í Gesinni. Hann má ekkert út að bregða hérna. Þetta eru svo hraðir menn. Þetta er nú eitthvað. Hvernig með þetta? Norðin eitthvað rigningalegur? Það væri nú aldeilis til þess að henda kúbeini inn í fölguna á reiðhjólinu núna. Kíkja hérna. Engar rúðuþurrku komnar í gang. Já, við höfum ekki getað treyst á Japan til þess að láta rigna svolítið upp í hérna upp í þessum fjöllum hann. Fá smá raka braut. Eða úrhelli, ég myndi fagna því alveg jafn mikið. Hérna komum þetta af. Eins og þetta á að vera. Mættur með rigningadansinn. Hilmatari líka. Mér líst vel á þetta. Það svona fyrsta hljóðið komið í lag og allt svona fínt að þá hérna ætla ég að leggja til að þið borgið allir fyrir streymið. Það 1 like, takk fyrir. Búnir hérna með 5 hringi. Það nú ekki mikið búið að vera í gangi kannski á brautinni. Gunnar að reyna hérna utanverðinni. Ekki gekka í gegnum Dunlop. Hann reynir hérna, hann stingur sér inn að verðina. Við koma mögulega, hann missir aðeins stampinn hann á exitinu. Hann reynir undercuttið inn í Panasonic. Hann ætlar að reyna að hafa yfirhraðan hérna. Hann með örlítinn yfirhraða, þetta gæti verið að gerast núna. Ívar, Andri, hverju fleiri? Það eru Ívar og Andri sem eru komin inn í pit. Gunnar kominn hlið við hlið, Alex verst á innanverðinni. Bremsar örlítið setna og Gunnar búinn að gera þetta snirtilega, kominn fram úr
Komin þá upp í 7. sæti eftir að strákarnir fóru inn í pit. Alex freisti þess að hefna sín hérna í 100R. Þeir eru náttúrulega ekkert að flækita þarna í Japan. Það 130R í hérna á Suzuka. Það 100R út af því það Addison hérna á Fuji. Það ekkert rosalega flókið við þetta neitt. Nei, Japanir ekkert að eyða einhverju miklu tíma í að finna nöfn og beygju. Bergur þakkaði fyrir riggingadansinn. Það nú eitthvað farið að létta þarna á brautinni sýnist mér. Það verra. Finnst mér. Það væri nú gaman að sjá þess að ökumenn takast á við smá rigningu. Ég var búinn að leggja inn beiðni að það kæmi annarkvort í Fuji eða á Suzuka að það kæmi svona monsun rigning til skiptis gegnum reisið. Ég held að ég verði að ef það rignir ekki þessari keppni þá þetta ekkert tölvaðín sem að veldur alltaf þessari rigningu. Nei, þetta netið heima. Þetta netið heima hefur, þannig að ég fer alveg að senda þig aftur heim. Þú situr bara heim í stofu og ég verð bara hérna í stúdíóinu. Það væri nú kostulegt. Já, það yrði eitthvað skrautlegt að ef við ætlum að fara að reyna að gera þetta svoleiðis. Þá fyrst fara á vandamálinu. En Óli ennþá fremstur, komið 10 sekúndum á fórstu. Ég hefði átt að hlusta á þig, Magnús. Nú þarf ég að fara að finna USB-snúru í meðri útsendingu. Já. Þetta... Hún tengt í mína... Nei. Nú Dotti að verða rafmagnslaus á fjastýringun á PlayStation-tölvunni, þannig að hann aðeins að gera í buxurnar í þeim efnum. Þetta skandall. Þetta USB-snúra. Þetta USB-C? Þetta USB-C. Ég komið með þetta. Ok. Hún tengt í tölvunni á þér, þannig að þetta fínt. Þetta flott. Það hérna meginn svona nú erum við komin í hleðslu, nú þetta ekkert mál nú erum við ekki batterislausir. Ég alltaf að segja það, þetta eins og gott hjónaband. Ég tala og þú hlustar ekki á mig. Óli búinn að tapa 1,5 sekúndu þarna. Það orðin tæp hjá honum dekkið þannig lagað sko. Já, ég held að Ég held að það sé komin á tími núna að nú fer Jökull að vinna á ef eitthvað er. Já. En svo spurningin. Er möguleiki að taka 20 hringi á hardekjunum? Miðað við hvernig baráttan hjá Jökli búin að vera framan að reisinu. Getur hann tekið þetta á one-stop eða þarf hann að taka mögulega hard, medium, soft? Já, svo það. Það verður alltaf gaman að sjá hvernig ströttmenn alltaf reyna að hangi í. Allavega Gunnar Karel komin inn og búinn að henda hardekjunum í burtu, komin yfir á medium. Það svona þetta farið að verða 2,5 til 4 sekúndna munur nánast orðið á milli allra. Já. Minnsti munurinn eiginlega Jói Egils og Alex Girs í 7. og 8. fyrir. 7. og 8. sæti sko. Jói náttúrulega búinn að vera að vinna sig upp pakkan. Alex búinn að missa Gunnar fram úr sér. Svo náttúrulega voru
nú erum við að finna rétt að takana. Það voru Ívar og Andri sem pittu hérna á hana. Þannig að þeir eiga ferskari medium dekk og er að vinna sig hérna upp. Næsti maður á harddekkjunum, hann er nú rétt hálfnaður með dekkin. Hann ætti nú að komast bara 35 hringi á þessum dekkjum með við allt. Ólafur búinn að bæta aðeins aftur í, en þetta 31 hjá Ólafi. Fjórar hjá Jökli. Það er aðeins bætt í. 36 hjá Alex. 34, hann er aðeins að vinna sér nær. Við erum að tala Alex og Jóa hérna. Óli hlýtur að koma inn á þessum ring. Ég trúi nú ekki öðru. Þið sjáuð dekkinu, ég hugsa hann kom inn á næsta. Ég held hann láti sig hafa það, hangi úti á þessum medium dekkjum í eitringi. Já, þú sér að hann er núna 0,7 sekundum að tapa nú. Rétt tæplega 0,8 sekundum það sem af er hringnum á sem hraðastu tíma. Og hann er farin að verða svolítið laus hjá honum bílinn. Ráði nú alveg við lausan bíl. Já. Hann er vanur lauslátum hundum. Nei, þetta var ekki þetta var ekki leið. Herðu, hann er á leiðin inn. Andri kom út í, hvað sagði ég, Andri er í 10. eins og er. Það ætti að vera það sem hann kom út. Það ætti að passa. Óli kominn inn í pitinn. 23% bensin eftir. Jökull heldur áfram. Það er þá komin upp í fyrsta setið. Nýr reyslítir myndi grafíkinn segja í formúlunum núna. Spurning hversu aftarlega Óli dettur. Hann kemur út og kominn á harddekkinn. Kemur út í 8. sæti. 8. sæti og eftir Jóa Egils. Var með 11,4 sekundur í forskot þegar hann kemur inn í pit. Þegar að koma út 17,5 sekundu á eftir Jöklin. Og 10 sekundum á eftir Andramá sem er fyrsti og næsti maður sem að hérna er 10 sekundum á búinn að pita. Já, ég er að segja það á undan. Andri er á medium, Óli er að taka hard stint núna. Já. Óli er að koma út á svolítið vondum stað upp á það að gera. Hann er með hægari menn á undan sér, menn sem er á slitnum dekkjum. Og er að berjast. Er að berjast við á. Það gæti orðið til þess að hann tapi meiri tíma á þessu. Sem hann náttúrulega eykur þá möguleikana bæði fyrir Jökul og Alex að ná bara fram úr honum eftir sitt bíl. Sjáum það að Alex inn. Alex Stopps komin inn. Hann er að koma inn núna með sama bensinmagn og Óli var með í hringnum undan. Þannig að og þetta bensinmagnið það getur skipt sköpum. Óli kominn fram og núna bæði Alex Geirs og Jóa Egils. Þannig að það er augljóst að bæði Alex Geirs og Jóa Egils þeir eru farnir að ströggla aðeins við þessi dekk. Það er áberandi að Jóhann Ingi er á þó nokkuð verri dekkjum heldur en báðir ökumennir í kringu sig, bæði Jökull og Ási. Já, og með töluvert minna bensín. Það er smá áhyggjuefni. Það sýnir, menn eru bara að gefa allt í þetta, svona viljum við sjá þetta, svona viljum við hafa þetta. Já, og þetta sýnir líka bara munin, hvernig munurinn á aksturstílinu og mönnum getur haft áhrif. Jó, ég er að taka smávegis
dífu þarna út í grassið og möluna. Jökull ætlar að halda áfram. Ég er að spá í, gæti verið að Jökull sé að vonstoppa. Það getur verið. Binni er búinn að segja hérna í tjattinu dimmi, hard. Ég held að það séu fleiri. Já, Ég held við náttúrulega lendum í því í gær að lobbyið krassaði í fyrstu deildakeppninni í gær. Við ætlum ekki að tala um það. Við ætlum ekki að jinxa okkur hérna. Við erum búin að lenda í því að hósttölvan frjósi bókstaflega hérna. Já. Við skulum bara halda öllu hérna alveg. Og en sko það sem að er málið með það er að þá náðu menn náttúrulega ekki að sjá endan á því hvernig þessi mismunandi strett virka. Börgur segir ásir á míntíð, hérna segir hard. Ásir á hardekjunum allavega. Andri Már er á medium. Ívar er á medium. Já, þeir skiptu á hana 12. hring eða eitthvað. Alex kemur út í 11. sæti fyrir aftan Dimma á medium. Það er smá högg. Já, það er grunar að hann hafi tekið svolítið vel af bensíni til þess að reyna að spara sér í næsta pistu. 2-3, hann gerir þetta snýstilega fyrir hérna fram í Dimma. Tekur hann á innanverðinni í 13. beygju. 12. beygju. Nei, 15. Nets corner. Já. Dimmi ætlar hérna á beinakaflanum eftir Panasonic að reyna að sýna sig aftur. Ég held að þessu Honda sé ekkert að ná nema kannski 2-3 hringjum á bensín. Þegar þú skoðar tankinn hjá Dimma sem er búinn að vera mjög duglegur að spara bæði dekk og bensín Hann þarf bara ekkert að stoppa hérna er Dimmi. Hann fer bara 35 hringja og tekur svo bara soft í lokin. Þetta er ekki flókið. Það var ekki fyrir helvítis bensíni. Já. Alex ekki mikið búinn að slíta þessu frá Dimma, ekki nema 2 sekúndur hérna. En þetta er hárhraðabraut, það gerist ýmislegt. Gaman að sjá hvað Jökull er að nýta hvern einasta millimetr. Jóhann Ingi hlýtur að koma inn núna. Það getur ekki hann að verið, dekkin eru farin. Nei, hann heldur áfram. Hann ætlar að halda áfram. Hann á valla bensín fyrir næsta hring. Já. Þetta nú heldur. Ég held að hann sé eingöngu bara að fylgja jöklinu og hvað Jökull þarf að gera. Hvernig það voru... Óli er búinn að vinna upp rúmar... Já, hann er búinn að vinna upp einhverja 3,5 sekúndu á Jökull. Já, það var einmitt það sem var að bæla. Já. En hann er á öðru strætti, hann á eftir að stoppa aftur. Já. Hann er 14 sekúndum á eftir. Það þarf að vera ansi góður á hardekjunum. Jökull búinn að bæta hressilega í bilið í Jóhann Inga. Þeir eru rosalega konsistent tímarnir sem að Jökull er að setja. Það er alveg ótrúlegt hvað hann er bara jafn ökumenn. Og svo segir hann margfaldur Íslandsmeistari. Ásæll. Nei, þetta var Jökull bara eitthvað. að koma inn, sýnist mér. Já. Pitlinni, Jóhann Ingi gerir væntanlega það sama. Fíni gullfiskurinn þar. Jökull á 3% bensín, Jóhann Ingi á pottið. Óli kominn inn á streitið, keyrir eitthvað fram hjá pittinum.
Gunnar Jóels, Andri ætlar að halda áfram, já hann var búinn að stoppa. Andri þá búinn að koma sig greinilega í góða stöðu. Já, allavega eins og er. Eins og er, já, það er rétt. Hann er að láta allt vinna fyrir sig, sko. Ívar náttúrulega líka, hann fylgdi honum. Alex hérna. Jökull er að taka, já, hann er að taka bara allt bensinni sem hann þarf núna. Þá myndi ég segja að hann væri að koma út á hardekjunum aftur. Já, hann er að koma út á hardekjunum aftur. Hann hefur tekið bara pissupásu í þessu bensinstofni. Já, Jökull er að one-stoppa þetta. Hann er komin út á hardekjunum aftur. Hann er 28,7 sekundum fyrir aftan Óla. Sem er svona cirka það sem pitstopi tekur. Þannig að... Já, það er aðeins lengra pitstopi. Já, þetta eru einhverja 29,5 sekunda held í hildinu sem þú tapar. Með það því að þú ert náttúrulega að fara kemur inn í fyrstu bæja hægar heldur en að þú tekur stærriðin. Já, er það svo mikið? Já, það getur verið. Já, ég held að þetta sé eitthvað svolítið, af því þú náttúrulega tapar líka því þú bremsar inn í pittin og annað, þannig að þetta er svona 29,5 held ég, þetta er sekunda held ég umfram það sem við sjáum. En nú er bara fyrir Jökull, nú er bara hver 100 hluti sem hann nær að vinna á Óla tilbaka. Það á eftir að telja þegar Óli fyrir inn í pittin eftir. Hann þá bara vonast núna eftir því að það kom ekkert óvænt upp á, þannig að það fari ekki að setja sigurinn í hættu. Nei, hann þarf að vanda sig svolítið við þetta. Hann er á þungum bíl, hann er á nýjum dekkjum, hann er komið með hita í dekkinsa. Hann þarf bara að láta bílum vinna fyrir sig svolítið. Það eru fáið betri í því en hann, en það má alltaf, það getur alltaf eitthvað út á borðið. Já, það er lítið sem maður þarf til þess að allt fær í steik. Sérstaklega þegar menn er að keyra þessa bíla. Það er ekki hröðun í þeim. Þeir eru lágir, þannig að bara það að fara aðeins vitlaust yfir kanti eða eitthvað getur orðið til þess að missa hann. Ég verði nú að kommenta á þetta. Eina höfðin er að sjá hann Jökull með þessu stjórn á þessum bíl. Hann er alltaf að missa. Hann er alltaf komin í 90 gráður og alltaf einhvern veginn heldur hann þessu helvítis apparati. Ég er að spá í miðað við þessar bjarganir sem maður hefur séð, hvort að þetta sé yfir höfuð Jökull sem er að keyra. Þetta er náttúrulega miðvikudegi, þetta er fín uppbytun fyrir Singapore-kappaksturinn. Þú vilt meina að Max Verstappen sé sestur í stólinn fyrir Ég held að Max sé komið með bara agnúsorðan sinna á akkántin, þannig að hann geti spilað fyrir hann. Það getur verið, hann var alveg líklegur til þess. Herru, Alex og Ívar. Alex og Ívar í fjórðarsæti. Alex Hansen, álægðin. Við erum að tala um mannin sem samt keyrir GT-kappakstur á laugardegi, tekur þátt í simracing-keppnum á sunnudegi, mánudegi, miðvikudegi, flýgur svo út og keppir heila keppni, heila helgi í Formúlu 1. Hversu gætilega getur maður orðið? Þetta er bara maðurinn er í vinnu. Alex skýtur sér utanverðina inn í Dunlop. Ætlar að kvarta inn aftur, erum við hliðin á honum. Herðu, þetta var vel gert. Þetta á ekki að vera hægt. Þetta var vel gert. Ívar eitthvað pínu, hvað var að segja, hann fór svolítið varlega í þetta. Það er rosalegu munur á dekkjunum. Ívar náttúrulega pittaði töluvert fyrr. Já, rétt. Alex var að pitta hérna á 16. hring. Lok 16. Þannig að er svolítið mikill munur á dekkjunum sem að gerir það náttúrulega verkum að þetta var aðeins auðveldara fyrir Alex. Þetta er eini munurinn sem að menn hafa, það er munurinn á dekkjunum.
Það er allavega þeir hafa ekki mun á bílum, við erum búin að sjá það. Nei, þeir völdu þetta, þeir völdu að hafa þetta von með keppni. Já. Það eru Gunni Agga að koma í skottið á Jóa Egils. Hann er 9. og 10. seti. Okkur er ekki að fá þetta tölur. Nei, ég er með replay-takkan hérna með putta fastan á hann. Ég er bara að bíða eftir augnabliki til þess að replaya. En ef ég vilja þessi grófari á replayinu, hérna, hann fór örlítið upp á kantinn og getur replayað það. Ég hefði kannski átt að replaya þegar Alex fór fram úr hérna. Það hefði mátt sjá framúraksturinn aftur. Ég beðist forláts á þessu, ég hérna áttaði mig ekki á því að þetta var, ég var að njóta minn svo mikið að horfa á þetta. Alex pínu hægur hérna upp úr hægri beginni, þessari 12. Jökull er búinn að tapa sekundu á Óla. Já. Og hvað var þetta? Þetta var Jói Egilsson. Jói að snúast. Gerir við sleppa með að Jói kemur hérna upp á kantinn. Þetta er bara hann klippar Apexið aðeins svo mikið og hann er með skemmt að framan. Já. Ætti að geta farið inn í pit. Hann ætlar ekki komin í pit. Ætti að geta farið inn í pit í lok þessar hringjar. Tekið medium og keyrt til enda. Gunnar græður á þessu. Jónsson. Þarna kom replayið inn. Ólafur Einar kominn inn. Andri Már tekur þá... Nei, hann kemur líka inn. Þannig að Alex tekur... Alex tekur fórustuna. Akkurat orðið sem ég var að leita að. Ívar kemur inn líka. Þá er það bara Jökull sem ætlar ekki að stoppa aftur. Það er alveg staðfest. Nei, og húla við Einari þegar hann kemur inn. Nei, kemur út. Hann kemur út á medium. Hann er 4,5 sekúndu á eftir Jökli. Tekur við að línu hérna. Þetta er orðna 5. Jóhann Ingi. Þetta er svolítið munur. Já, nú myndi ég segja að Óli væri kominn á dekkin sem hann ætlar að keyra til enda. Þannig að það er spurning hvað hann verður fljótur að klippa þetta forskot niður sem Jökull hefur. Þetta er ekki nema 4 sekundur og hann var kominn í 11 sekundur áðan á fyrsta medium-stendinu. Já. Þegar hann fór inn í pit. Og hann er á medium aftur núna. Þetta eru mikil dekk, þau eiga að vera hraðari og hann ætlar núna að sýna það og þau eru hraðari. En svo hefur Jökull alveg sýnt að það er eitt að ná honum. Það er annað að fara fram úr honum. Já. En hvenær ætlar Alex að stoppa aftur? Ég er að spá í hvort að Alex reyni hard medium soft. Það nú aldeilis að keyra eins og vindurinn. Hann er án bensíns, þá er hann í svona 5. sæti myndi ég segja. Með því að taka bensín. Já, svona sirka bát. Óli hérna svakalega laus út úr fyrstu beginni. Nú er að koma barátta milli Gunna og Ívars aftur.
Þetta er 8. og 9. seti. Alltof seint að fara að pæla í því út af því að ég er að taka replayið af Óla að slæta hérna út að fyrst teila út úr fyrstu beginni. Núna getum við farið að pæla í því. Hvað segir þið? 8. og 9. seti. 8. og 9. seti. Jói Egils kominn inn. Ætlar að laga skemmtina sem hann fekk við að fara út af. Já, og kemur út á medium dekkjunum. Ætti að komast á þeim til enda, þannig að það Kannski er ekki alls eina baráttan sem er á breytinu núna er einmitt Gunni og Ívar. Ívar mjög nálægt hérna. Sýnir sig í speglunum og innanverðinni inn í Dunlop. Ætlar ekki að leyfa Gunna neitt kjaftaði. Heldur honum á tánum. Beginni er hann með yfirhraðan sem hann þarf til að skjóta sér upp á hliðinni. Er Gunni með slip? Ívar á einanverðinni komin langt fram yfir, skýtur sér langt. Gunni aftur undir hann og heldur sínu sæti. Með þess að græða tíma á hraðasta hringi eftir að hafa farið þessa línu. Hverjir eru hérna í Dunlop? Það eru Ólafur, Jökull, 1,5 sekúnda á milli þessara manna. Óli aftur rosalega. Ég ætla ekki að sýna replayða þessu. Við erum búin að sjá Óla fyrst teila einu sinni, við þurfum ekki að sjá það aftur. Þannig við sekúnda. Jökull tekur varnarlínuna strax. Ólafur átt að segja á því að neini, herru, Jökull tekur bara löngu leiðina. Gunni og Ívar aftur að berjast hérna. Hvar eru þeir? Hérna, hlið við hlið. Út úr Panasonic. Aðeins nudd á milli manna. Ívar slóta sér inn í tóstreymið frá Gunna. Eða á innanverðinni. Gunni tekur ekki varnarlínuna þarna. Það er furðulega ákvörðun. Treystir á að Ívar ætli aftur djúpt. Ívar ákveður það að hann ætli það ekki bremsa nánast á sama tíma. Og Ívar er komin fram. Þetta er hörku barátta á milli þessara manna. Gríðarlega sterkir ökumenn báðir tveir. Ívar þroskast náttúrulega alveg gríðarlega sem ökumaður. Alltaf að vera hraðari. Alex kemur inn. Og Húli og Jökull er að berjast. Þetta er eiginlega fullkominn tími fyrir Alex að koma inn í pittin. Hann er 9% bensín eftir. Hann þarf nú ekki að taka neitt brjálæði af bensíni. Hann er komin í 30%, hann er komin í 40%, hann er komin í 50%. Hvað þarf hann eiginlega mikið bensín, drengur? Óli og Jökull, en þá að berjast. Óli er komin fram fyrir hann eftir fyrstu beygina. Jökull allar á innávörðin aftur. Hann bara sér þessi smá. Ólafur tekur fórustuna í þessum kappakstri hér í Japan. Alex kemur út fjórði eftir Jóhann Inga, milli Jóhanns Inga og Andra Más. Það er staðan, 10,9 eftir lítiru. Hann
nær ekki Óla, það eru 10 hringir eftir. Hvað segir þú, Magnús? Ég held að Alex sé að fara að taka þriðasæti. Þú heldur hann hafi Jóhann? Já, ég held að nái ekki jökli. Jóhann á hálfslitnum hardækjum með nóg bensín. Allir með nóg bensín. Hann er sko... Hann er hvað? 8... Hann er 9,5 sekúndu á eftir jökli. Og miðað við það að hann er að keyra 0,8 sekúndur cirka hraðar á hring. Þá held ég að þetta verði bara á milli þeirra yfir endarlínu. Ég held að Jökull haldi þessu samt. Jökull haldi Öðru setinu. Ja, það náttúrulega gæti alveg verið að Jökull nái Óla. Hvernig færðu það út? Það er ekki nema... Já, Óli var að taka fórustun á honum. Já. Ég held að strattið sé medium eins og Óli er að taka það og ég held að Óli taka það. Já. En það nú ekki að gera neitt mikið til þess. Alex kominn hérna mjög nálægt Jóhanningar. En það er og Óli er náttúrulega á medium-dekkjunum með örlítið meira bensín. Mjög nálægt hérna, smá snerting, smá umdrátt, hættulegum stað. Koma hérna inn í Panasonic og Alex inn á innavörinni, kemur hraðalínu hérna á þá örugglega aðeins hægara exit. En ég held að það sé hreinlega strattið á þessari braut þegar allir eru á sömu bíl. Hringla sig fram úr. Já, ég held að það dugi til. Ég held að Alex verði þó nokkuð seinni á bremsunum út af því að Jóhann er á hardekjum. Andri Már líka hérna. Andri Már, hvað ætlar Andri Már að gera? Andri Már er líka medium, hann er komið fram úr. Fyrir beiguna. Jóhann ekki á innstu línuna, Andri stingur sér undir. Ekki duga það verður að utanverðinni þegar komið er inn í næstu beigju. Jóhann Ingi er hérna fremstur í þessu, þetta er nú hættulegt. Andri aftur úr þriðasætinu í 5. á 1. beygju. En hann fór líka úr 5. í 3. á 1. beygju. Jóhann má alveg eiga það að hann er að ná að halda aftur af þessu mediumannum fyrir þetta sig. Já. Það er spurning hvað tekur sér lengi fyrir hann að vera að berja stöðu á. Nú er hann bara skilin eftir hérna. Alex með hraðan inn í beigjuna. Hann hefði mátt bremsa aðeins hérna. Nú ætti Alex að vera búinn að læra af síðustu keppni að stilla sér almennilega. Já. Verið ekki að fórna öllu fyrir eitt overtake. Já. Og sérstaklega þegar hann er með Andra beintur í aftan sig. Alex aftur á innavörinni, kemur þá hægalínu út, þannig að ég hugsa að þetta verði mjög svipað hérna. Andri á komin innan á Jóhann. Komin á hérna. Þetta er... Alex er búinn að tryggja sér allavega í bili. Já, hann á að geta bremsa sérna, hann á að geta gert það. Hann fer í Alex, Jóhann og Andri, allir... Jóhann stingur sér inn fyrir. Jóhann ennþá skráður í 5. Þarna missar hann á báða. Andri að reyna að koma sér á innanverðinni. Alex heldur þessu. Hérna Bralli í síðustu formúlukeppni hérna frægur fyrir nauðið sitt þarna. Ætli ég verði ekki hérna, það verður gerðið eitthvað lúpa af auginu mínu. Alex, hann er laus, hann snýr, var þetta eitthvað snerting? Þetta var snerting á milli þeirra. Andri Már stingur þá af núna í MR-replayið, ekki örvænta, ég þarf bara að finna rétt að taka til þess að var Jóhann Já, Jóhann beigði eftir honum. Við erum með replayið hérna
svona hérna þessu. Það verður smá kontakt á milli þeirra. Jóhann Ingi kom bara allt og graður inn í beyguna og bara tíbúnar. Og svo Alex líka resettaður inn á braut. Það nú aldeilis. Þarna fyrstu replay. Þess virði að horfa á. Við þurfum samt að fara að fá aftur live keppni hérna. Alex og Ívar í hvaða settum. Hvað gengur á núna? Okkur allt frá sig. Þarna kom það. Alex og Ívar hefur lið. Alex dettur niður í 5. seti. Jóhann dettur aftur fyrir liðsfélaga sinn. Er í 7. seti. Þetta var sátt. Já, svona getur gerst í kapp. Já. Þetta reglan fagmannlega gert af Jóhanni að bíða. Já, það heiðursmanna regla virt, þannig að það verði engir eftirmálar að þessu. Ólafur með fórskotið upp á 6 sekundur. Alex komið fram úr Ása. Hann fljótur að vinna í þessu og sjá hérna við replaya þau. Ég get náttúrulega að nota replayið núna svona líka sko, ég þarf að átta mig á því. Ási, hann bara ekki alveg nógu hraður hérna og Alex nýtti sér það. Hann verður aðeins laus þarna út úr beginni og þegar maður hleypir Alex inn á hann. Ívar og Ási núna. Alex búinn að taka nú þegar og 80 sekundu á andra. En ég held að það sé bara of lítið og seint. Ólafur heldur áfram að bæta fórskotið hring eftir hring. Það ekki oft sem að maður sér Jökull gera mistök í preppinu. Nei, og oftast Jökull nú með sprettpælingarnar á hreinu. Já. Hvað var hérna Ási KR og Ívar hlið við hlið inn í Dunlop. Ívar komið fram úr Ása. Ívar var fyrir aftan. Og Jóhann Ingi að koma niður á Ása líka. Já. Hardekinn hjá Jóhanni aðeins að fara að trufla hann í þessu en þeir eru mjög svipaðir á dekkjum. Jóhann Ingi aðeins verri kannski. Alex Gesson í 9. sæti Bergur. Lítið að gerast hjá honum og horfur á mínum mappið. Óli kominn bara með þægilegt fórskot í 1. setinu. Jökull með 10 sekundur niður í andra þar fyrir aftan sig, þannig að þeir eru búnir að hringa bæði Óli og Jökull búnir að hringa Gunnar Karel. Þannig að kannski var þetta bara réttið að maður allir bara í one make. það nú samt skemmtilega þegar að menn taka mismunandi bíla. Hilmar segir Bergur farðu bara inn í herbyggi hjá bróðinum. Ég mæli ekki með því í meðri keppni í úrvalsdeild að vera truflaður. Ég keyri inn í stofu hjá mér, búinn að gera alla tíð í þessu öllu saman. Og þegar maður komin í þessa samkeppni í úrvalsdeildinni þá vill maður ekki hafa börnin að hlaupa og koma að segja góða náttúrulega. En það virtist að gerast í hvert einasta skipti sem það keppni. Þetta verður. Hvað var þetta? Ási. Replay. Hvað gerist hérna hjá Ása?
Hann er víður og hann fer upp á grasið. Úff, þetta sárt. Hann sleppur samt ótrúlega vel með þetta. Það verður gaman að sjá næstu keppni. Suzuka, Group 3. Menn á heimavelli, á heimabílnum. Ég held að, já. Suzuka er náttúrulega alltaf veisla. Já, og Suzuka er eiginlega svo braut sem að við höfum fengið hvað mestu rigningunum. Já, ég er hálffullur við að við séum að missa af rigningunni hérna. En við erum bara að spara hana fyrir Suzuka. Já, það er alveg svoleiðis. Mikið lagt í það að spara rigningunni. Það er hver einasti dropi sparaði næstu 2 vikur. Já, ég er að skoða hérna, það er náttúrulega ekkert skrítið að það skulle ekki vera rigning. Það er bara léttský og 22 stiga hiti í Fuji akkurat núna. Já, ok, já. Þannig að og við erum að keyra early morning og klukkan er bara 8 á morgun til þannig að þetta er alveg passlegt viður miðað við hvar við erum að keppa. Já, þetta er náttúrulega allt tengt raunum, sko. Já. Þetta er ekki spurning, sko. En svo niðri hérna á Suzuka þá náttúrulega verður það að vera þannig að það verður miklu meira content, sko. Þannig að brautin verður miklu blautari hvað sem er, sko. Já. Kemur allt fjallavatnið þarna niður. Þetta safnast allt í stöðuvötnin og þetta sem eru þarna á þessu fallega svæði þarna í kringum brautina, sko. Og þetta er orðið bíl á milli allra ökumanna í 4 sekúndur pluss. Það var staðfesta úrslit núna. Nei, það er vist ekkert. Nú er Andri að fara að hringa Gunnar Karl kominn á bláa flugginn. Ég var að taka replay af því óviteki. Þetta verður segið svo við hlustum ekki á áhorfundur. Við erum sko aldeilis með puttan á púlsinu. Ég held að getum lofað meira reysi næstu keppni. Þetta er náttúrulega braut sem er gerð. Þetta er ultimate pace og að ná að spara eitthvað. Hondan virðist vera alls ráðandi í því og menn náttúrulega bara misaðir og það er engir atvinnumenn hérna nema alltaf Jökull og Ólafur. Við erum allavega 3 mismunandi gerðir á strættum. Já. Þannig að 4, já. Það verður náttúrulega með Óla á medium, hard, medium. Já. Við erum með Jökul á hard og restin á hard, medium. Já. Þannig að Ekki rétt. en eins og ég sagði áðan að það hefði munað fyrir þessi stráka ef að fyrstu deildarreysið hefði klárast í gær og það hefði getað séð hvernig strættin virkuðu. Hérna. Við komumst allavega fram yfir 27. hring. Já. Óli kominn inn á lokaringinn. Jökull líka, Andri, Alex, bara siglu svo heim. Bilið í 10,5 sekúndur nánast á milli Óla og Jökuls. Já. Og 8 sekúndur rúmar milli Jökuls og Andra þar á eftir. En svo kemur inn á þetta að við erum á hærra downforce núna, menn keyra misvel á mismunandi downforce. Já. Henda mér rosalega vel að vera á háu downforce, henda þér nákvæmlega ekki neitt að vera á háu downforce, en svo henda mér nákvæmlega ekki neitt að vera á götubílum en akkurat auðvitað þér. Þannig að þetta er svona,
þetta svona, bara stíll manna er mismunandi já. og þú ert eins og maður segir, þú ert svolítið beinskeyttari ökumaður sem að gera það að verkum að high downforce virkar meira. Já. Ólafur greinilega kominn í mark hérna. Minnstu nú að því, þau voru að fylgjast með öllu hérna. Ólafur Einar sigrar þetta hérna á Fuji. Jökull annar kemur yfir línuna, fagnar því virðist vera. Andri Már með glæsilegt þriðasæti, ekki bara góður í gólfi. Alex Topsson eftir smáslís, fjórði. Gunnar Karl klára keppni, hringa á eftir hérna. Ívar Eyþórs mætir í 5. sætið. Liðsfélaginn Jóhann Ingi í 7. 7. sætið tekur Ási KR eftir að hafa gert mistök. Gunni Agga skilar sér í 8. sæti eftir að hafa klúrað eitthvað startinu og verið orðinn síðastur. Og verið í hörku baráttu. Já. Alex Geirsson mætir hérna, gaman að sjá þið í bónusuvikunni, gaman að sjá þið komið við línu hérna í dag. Jói Egils að skríða hérna yfir línuna í 10. sæti. Dekkja laus. Dimmi Nóg eftir að dekkjum þar. kemur inn í 11. sæti og Ársæll Guðmunds Segðu sæli. rekur hér lestina á þeim sem er á sama hring í 12. sæti. Eitt daginn segi ykkur þess að finna sögu sko. Og hérna það er Óli sem að vinnur þetta. Það er Jökull Hrafnsson sem að endar annar eftir hard stintin sín. Já. Andri Már í 3. sæti. Alex Topsson fjórði. Ívar Eyþórs í 5. Jóhann Ingi 7. Ási KR í 7. Gunnar Ágústsson í 8. eftir að hafa unnið sér vel upp eftir klúður í startinu. Já. Alex Geirs í 9. Jói Egils 10. Dimmi 11. sæti Ársæll Guðmunds 12. og Gunnar Karel í 13. Þetta var eitthvað. Já. Þetta var eitthvað. Ég já. Þetta var svaka akstur hjá Ólafi. Þetta var hörkuakstur hjá honum. Stratti greinilega virkaði vel. Greinilega búin að pæla þetta vel út. Já. Jökull reyndi á one-stoppi. Gekk ekki alveg. Nei. Andri Már með glæsilegan akstur. Sýnir að að Jökull getur gert mistök þó að það sé bara í strattpælingum, en þetta munar. Alex óheppinn að hafa lent þarna í smá samstöði, snúist á brautinni. Já. Náðu þó að bjarga sér ágætlega upp aftur. Já. Jóhann Ingi á mikinn heiðurskilin fyrir að virða heiðismannaregluna og bara bíða. Það kostaði helling. Þetta var sárt, en þegar menn gera mistök þá bara menn bara own up to it og gera það rétta í stöðinni. Já, og við erum með þessa heiðismannareglu til þess að svona kannski pínu geta með henni sagt fyrirgefðu, þetta var óvart. Já. Sem að þetta náttúrulega bara var, sáum það alveg að þetta var ekki viljaverk hjá honum. Og Nei, og menn geta alltaf mist bremsupunktinn, sko. Það er svolítið svoleiðis. Já, og sérstaklega eins og þarna er Jóhann að elta. Hann er með 2 menn fyrir fram að sig. Þeir báðir á mediumdekkjum, Jóhann á harddekkjunum, slitnum harddekkjum. Já. Og þá búin að vera adrenalínið alveg í botni þarna eftir þessa baráttu og svona, búin að vera að halda svolítið mikið aftur að þeim.
Og það er bara erfitt að gera sér grein fyrir því þegar þú ert með sko drafta tveimubílum fyrir fram að því á slitnum hardekjum. Sko það getur muna bara 1 eða 2 metrum hvar þú bremsa, hvort þú hittir punktin eða ekki. Já, það getur muna. Líka bara ef þú ert í draftinu, ef þú ert með pínu skítu dekk, ef þú lendir rétt út fyrir í beginni þar á undan. Það er svo margt sem spilar inn í, eða bara vindáttin. Þú ert að bremsa rétt bara með hálfan bílinn fyrir utan reislínuna sjálfa eða eitthvað. Það er svo mikið, það er að góða við þennan leik að hann tekur alla þessa aspekta inn í físikina sem þú ert að keyra eftir. Já, við sáum þetta bara eins og í Bakú í Formule 1 að það hefði rosalega áhrif á ökumenn. Bara hvaða vindátt var og hversu mikla kviðu voru og hérna... Já, þar erum við að tala um bara einhverja 2 metrar á sekundu, sko. Já, 3 metra var skráð, 3 metra var skráð. Við vorum með hvað stendur hann í bara núna ef við gerum svona. Hann er í 3 metrum. Hann er í 3 metrum á sekundu á móti beinakaflunum. Þannig að þetta hefur allt, þá hefur hann, Jóhann hefur verið með bara beinan bakvind. Já. Uppundi spólurinn hjá sér, það náttúrulega hefur áhrif líka allt, sko. Já, og eins og ég segi, hann er með 2 bíla á mítjundekjum fyrir fram að sig sem er að tósa hann áfram. Já. Þannig að hann finnur ekki fyrir þessu mótvindi sem að bæði Andri og Alex fyrir framann eru með, þannig að en hérna þetta allavega eins og maður segir að hérna það er svo margt sem maður getur spilað inn í sem maður getur klúrað þessum hlutum bara í einni beygju. Og ekki pínu flöstur að vera í mynd hérna. Nei, alls ekki. Nei, við hérna, já, þetta var allavega, við komum replayðunum í gang, við hérna... Já, við vissum það alveg, þetta er pínu verkefni að koma okkur fyrir hérna inn í stúdíónu og koma upp öllum prófílum og allt saman. Það eru náttúrulega fleiri sem að nota stúdíóið heldur bara við. Við erum með okkar eigin prófíl á OBS-inu en það er eiginlega hérna þessi samtenging á milli mixersins og sem sagt hérna OBS og svo að koma því frá okkur í gegnum NDI yfir að Twitchið. Þetta er smá maus á okkur, við hérna erum alltaf að bæta okkur. Já, þetta er eitthvað sem eigum alveg eftir að koma okkur betur inn í. Já, YouTube-chatið, Doddi, þú hittir mig líka í bónus, já, ég veit það mjög vel, vinnu minn. Nú er gaman að hitta ykkur báða. Danni spyr ákveðin... Þú ert að fara að hætta að hanga í bónus. Já. Þú er alveg búin að sjá þátt. Þeir eru ekki að styrkja okkur, þannig að... Nei. Þú eru að fara að hætta... Við tökum tilbaka þetta bónusplugg. Er ákveðið hver niðurstaðan frá í gær verður í fyrstu deild. Við erum búin að vera að ræða þetta. Það kemur ákvörðun þetta á morgun. Já, Við erum 3 í stjórninni, við erum 2 að lýsa þessari keppni og það er 3. maðurinn að keppa, þannig að bara gefa okkur smá séns. Við erum búin að vera að ræða þessi mál í dag og það kemur ákvörðun þetta á morgun. Og hún verður unnin í samvinnu við keppendur fyrstu deildar. Þannig að til þess að allir verði með í þeim málum sem að þessu máli koma. Já, ef það eru einhverjar fleiri spurningar endilega komið með þær. Við viljum þakka öllum samstarfsaðilum okkar. Kraftvélar, Game TV, þar sem við erum að streyma þessu líka. Þetta er náttúrulega á YouTube-inu, GTS Iceland einnig. Mæli með að finna hvað henda best fyrir fólk. Autocenter er með okkur í liði. Classic Detail upp á Höfða. GT Akademían, höfuðstöðvar Hermi Kaffaksturs á Íslandi. Kaldi 0%. Verkvarasalan Arctic Iceland. Gullfiskur með von vöruna sína. Lavasjó er náttúrulega alltaf með okkur og Krafti.
Já. Ekki gleyma krafti. Og megum ekki gleyma því að við værum ekki að lýsa í þessu stúdíói nema fyrir að reyna. Já. Við erum staddið þar í Game TV stúdíónu niður í Arena, þannig að eiga þeir mikla þakki fyrir að hafa búið til þessa aðstöðu, þannig að það væri hægt að gera eitthvað svona flott. Gunnar segir hérna í tjaldinu Grétar, þetta er óþarfi. Þetta er óþarfi. Við verðum búin að tala við þetta mjög tímalega. Við vorum búin að taka upp hljóðið og þetta gekk eitthvað erfiðlega hjá okkur. Djöfull skulum við hafa þetta alveg á hreinu. Ég ætla að koma Mögdanaður nýkominn frá, ekki nýkominn en allavega búinn að fá gott sólarljós út á Algarve fyrir næstu keppni og þá verður D-vitaminni í lagi og þá verður ekkert svona vesen á útsendingunni. Þá verða allar heilasölunir á sínum stað og svona. Það verður í nærmynd í spítóskilu með 30 mínútna pre-race show. Já, í spítóskilu, já. Olíuborin í spítóskilu. Þú opnaðir á þessa umræðu. Það er bara, þú eru bara að standa við þetta, kallinn minn. Já, fréttir úr þessu öllu saman, úr þessari keppni. 2 bílkull disconnect hjá Gunna. Já. Skýra það hvernig fór fyrir þessu reysi hjá honum. Nýja fína aðstæðan hjá honum aðeins að klikka. Það verður allavega Gunni, ef ég þekki Gunnar rétt, og þá verður hann búinn að fara yfir hverja einu og einustu tengingu og uppfærslu og allt saman á búnaðinu fyrir næstu keppni. Já, á geimskipinu sínu. Já, og ef svo skildi vera að þetta verður vesen áfram Gunni minn, að þá skal ég alveg taka þetta setup hjá þig, bara þetta passar ágætlega í stofunni hjá mér. Það er engar ágjur af þessu, við reddum þessu öllu saman. Á ég að hringja í konuna þína og spyrja hann að því? Vilt þú gjöra svo vel, drengur minn? Já, hann þorði ekki annað heldur en að mjúta hjá sér mækinn áður en að þetta fekk að flakka. Já, ég ætla að vera litla að Doddi væri ekki á leiðinu til Króatíu. Nei, Króatíu, ég hafa nefnilega út af því að play for á hausinn, þá erum við ekki á leiðinu til Króatíu, við erum á leiðinu til Portúgal. Já, þeir eru á leiðinu til Portúgal. Við ætlum líka, Magnús, fyrir næstu keppni að vera búin að koma þessu takkaborðið inn út af því að mér finnst ógeðslega gaman að ýta á þessa takka en að enginn heyri í þeim nema ég er synd og skömm og algjörlega til skammar. Sko, miðað við ADHD-ið hjá þér, þá er ekki sniðugt að fara að tróða þessu takkaborðin. Það er Jón Þór Engir sprettur lifir. Það er eitthvað reference í Flaturslifir. Nei, Grétar, ekki illa með. Nei, ég veit að við verðum góðir í þessu. Vantar post-race spjall við sigurvegarann. Hannes, ég er alveg sammála því. Við bætum því við áður en að Við þurfum að ná að linka það betur inn á. Já, við þurfum að finna út úr því. Það er smá flækjustig út af því við erum að taka þetta í gegnum mixerinn og allt þetta. Þú verður bara bjóða Dóa í bjór og pítsu og hann situr þetta allt upp fyrir okkur. Ég er alveg Þetta er allt saman, við erum að finna út úr hinum af þessu hlutum, við erum að læra bara á þetta sjálfið líka og þetta er allt hlutir sem að við eigum eftir að koma með inn í gegn og reyna betur bæta og einmitt að gera ef að menn hafa einhverjar hugmyndir að einhverju sem að þeim finnst vanta í útsendingu, hvort sem það er eitthvað í pre-race eða post-race eða hvernig það er, bara endilega sendið á okkur tillögur. Við hlustum á allt, tökum ekki mark á neinu. Það er lykilpunkturinn í þessu. En já, eins og ég segi, við erum að læra
við erum að draumurinn að gera þetta eins mögulega flott og hægt það tekur bara smá tíma þegar menn í 150% vinnu með því Já. og Við höfum oft rætt þetta vinnan sé að trufla áhugamálin og allt þetta. já, Við vinnum bara í Eurojackpot, deilum bara vinning þar og þetta verður bara allt í góðu. já, ef við náum því þá kaupum við bara ríkissjónvarpið og sendum þetta út þaðan. Já, við verðum bara að fá allir klukkutíma slott á laugardagskvöldum sem að vilja. Já. Geta bara streymt sínu Gran Turismo. Ofan þetta alltaf þá langar mig að minna á það. Game TV, mánudagskvöld, mætiði inn á Twitch. Flortetto á sunnudagskvöldum, PUBG-deildin er náttúrulega inn á Game TV rásinni líka, Apex-deildin. Kíkið á þetta, fylgist með þessu. Munið að íta á subscribe á Twitch, á YouTube-inu. Er það eitthvað fleira? Nei, eru það ekki bara út í góðir í bili? Við þökkum kærlega fyrir okkur í kvöld. Þetta var Race. Takk Það er fyrir okkur. annað eftir 2 vikur. Suzuka. Suzuka. Við höldum okkur í Japan. Það var bara til að spara flutningskostnaðinn. Já, gefa mennum smá frí. Geta menn farið og sest niður og hakka í sig sushi og gert sig klára fyrir Suzuki. Suzuki. Já. Við þökkum fyrir okkur. Takk fyrir okkur. Heyrjumst í bili. Bye bye. Þetta er... Já. Heyrðu þú þetta ekki? Ha? En Mér langaði svo að nota þennan fucking takka þegar En við settum á replayið. En En Þú þarft að hætta að lesa kommentinu við Þór.